heiti ég árið 2009 eftir fjölliðamót sem að mér svona getur til að sé í Smáranum í Kópavogi með hvernig bekkirnir líta út. Og þannig að við sérst nýlokið við að spila á turneringu í 10. flokki. Þessar tvær myndir eru teknar svipað leyti, annars vegar þegar KR verður Íslandsmeistari 2009 og svo hins vegar Helena Sverrisdóttir, besta körfuboltakona allra tíma sem ég naut þess að þjálfa í Val og henni skipti yfir í KR að skora í 4 úrslitum í Euroleague. Og á myndinni eru merktir sérstaklega inn Brynjar, Helgi og Jakob sem eru ennþá eða eiginlega aftur leikmenn KR og ég að reyna að þjálfa þá í dag. Hér tölfræðin mitt besta tímabil í úrvalsdeild og fyrir þá sem að þekki ekki nákvæmlega svona einstök efnistök tölfræðigreiningar í körfubolta, það voru 0,3 stig, 0,2 fráköst og 0,1 stoðsending, svona það bil 100 sinnum verra en svo sem leiðandi í þessum tölfræðiþáttum á ári hverju. En þrátt fyrir þetta þá var mér treyst fyrir því, mikill heiður bara og treyst fyrir því svona vandláta verkefni að vera þjálfari meistaraflokks karla í KR og þar markmiðið alltaf að vinna og í ár það sömuleiðis miklar breytingar, verkefni þar að segja. Og þegar menn hafa áratuga reynslu af því að spila körfubolta á hæsta leveli og muna bara eftir mér trítlandi á göngunum sem bara unga barni þegar þeir voru að spila kannski sitt 4. eða 5. tímabil, að þá umboðið til þess að kalla fram breytingar eða lifa í aðlögun ekki endilega skýrt. Og þetta hefur svona verið gegnum gangandi á mínum atvinnuferli bæði á körfuboltavellinum og annar staðar. Í háskólanum var ég til dæmis að kenna í MBA-náminu áður en ég kláraði grunnnámið og hjá Lucinity ég að vinna með sérfræðingum sem hafa svona leitt varnir gegn peningaþvætti í alþjóðlegum bönkum og ég var beðinn að tala mína reynslu í gegnum þessi mismunandi viðfangsefni og nefna þar sérstaklega breytingar eða breytingar út af því að það eru nauðsynlegur hluti aðlögunarhæfni og mér langaði til þess að deila með ykkur 3 atriðum sem að hafa reynst mér vel eða mér þykja skipta sérstaklega miklu máli þegar kemur að því að kalla fram breytingar. Fyrsta atriðið haltu reipinu strekktu en ekki slíta það og þegar ég var starfsmaður Íslandsbanka sérstaklega í upphafi það var mitt hlutverk eiginlega bara bögga fólk varðandi framsendingu og staðfæringu vörumerkisins og hvað við varum að gera í stafrænum miðfagssegnum og þess háttar. Og böggið náði sennilega hámarkið þegar Helgi Björn vinur minn stormaði út á fundi eftir að böggið varð óhóflegt einhvern tímann og þá kallaði þá var þetta yfirmaður minn Björgvin Ingi Ólafsson mig inn á fund og sagði mér að mitt hlutverk væri vissulega teima bankann í einhverja átt sem að við svona álitum vera rétta en ég þurfti að passa mig á því að halda bandinu strekktu svo hann hreyfðist en ekki slíta það því að þannig verða engar breytingar, raungerast engar breytingar. Og þetta vandamál sömulegis sett fram í bók Adams Grant sem heitir Originals og þar talað þetta sem gullbrár vandamálið og hann ræðir að þegar á að raunverulega breytingur og sérstaklega í svona stærri skipulagsheildum að þá megi breytingarnar ekki vera of heitar eða of kaldar, þær þurfa að vera mátulegar og að þó manni þykir það hægfara og kannski pirrandi að þá sé það besta leiðin til þess að láta hlutina gerast jafnvel á sem styðstum tíma sömuleiðis. Næsta atriði kann kannski að þykja þversögn við það fyrsta en ég hins vegar alveg handviss það að skipulagsheildir eða fyrirtæki eiga að reyna að búa til kúltúr sem að útrýmir eins og bara kostur á málamiðlun þegar að vera að velja á milli 2 andstæðra kosta. Þannig að þegar þú ert að ákveða hvort þú að fara leið A eða B að þá verði niðurstaðan ekki bara að taka eitthvað meðaltal og fara þangað vegna þess að þú ert að reyna að hlífa þér eða öðrum við því að líða illa. Og þetta frá manni sem ég þekki vel en þekki mikið neitt og heitir Ray Dalio og framkvæmdastjóri Bridgewater Associates
og skrifaði líka bókina Principles og setti þetta fram í setningunni Don't compromise the uncompromisable. Hjá Lucidity að þá vinnum við á furðulegum markaði hugbúnaðarvara gegn peningaþvætti og hann einsleitur og fylgir svona hefðbundnum B2B reglum að mörgu leyti og lítil svona aðgreining oft í formi hvernig vörumerkið sett fram. Það að við höfum öll svona, fyrsta lagi það að við séum pínu lítil og síðan að það að við höfum öll svona skin in the game gerir það að verkum að ágreiningur innan Lucidity aldrei pólitískur, heldur snýst hann hvort eigum við að velja A eða B og af hverju og reynum eftir fremsta megni að forðast þetta meðaltal og þetta ábyggilega að einhverju leyti miklu auðveldara í krafti stærðar en eitthvað sem ég held að flest fyrirtæki ættu að reyna að stefna að því að það leyfir manni að gera hluti sem að skera sig frá markaðnum, sem að stimpla betur inn og skilgreina staðfærslu vörumerkis eða aðgreiningu einhverjar ákvarðanatöku sem að hlýtur að verða mikilvæg þegar maður reyna að fá viðskiptavininn til að velja sig umfram aðra. Síðasta atriðið, ég var ánægður, ég sá körfuboltaglærur í öðru erindi sem ég ætti ekki endilega vona á, kannski frá þriðju núna eftir. Sannleikur sem á skipta út, sem mín, þetta svona rúfþýðing á Vaguely Held Truths. En þetta kemur sérst frá Daryl Morey sem framkvæmdastjóri Houston Rockets, körfuboltaliðsins í NBA og hann segir þetta, hann formar þetta svona í viðtali sem hann átti við Zach Lowe einhvern tímann í fyrra og hann að tala fólki sem hann ræður inn til Houston og hann leitar sérstaklega að fólki sem að trúir staðfastlega á þann sannleika sem það búið að búa sér til út frá einhverjum gögnum eða upplýsingum eða hvað það en tilbúið að skipta skoðun þegar að upplýsingarnar gefa tilefni til. Í grunninn snýst þetta bara að vera tilbúin að skipta skoðun og það eitthvað sem ég stefni staðfastlega að sjálfur og held að manni sé óhætt að hvetja fólk til þess að gera það stundum erfitt að kyngja stoltinu en ég held að til lengri tíma litið sé það farsælt bæði persónulega og umfram það. Í körfu að þá lifir maður við stöðuga endurgjöf á allar ákvarðanir sem að maður tekur. Þetta allt tölfræði úr fyrsta og vonandi ekki eina leiknum sem við KR-ingar spilum þetta tímabil. Og þú kemst ekki hjá því að vera sífellt að skora sannleikann þinn á hólm í því hvernig þú styttur upp liðinu eða hvernig þú spilar eða hvað þú setur upp. Og ég hef reynt að nálgast þetta í atvinnulífinu sömuleiðis að setja upp þessa stöðugu endurgjöf þannig að maður geti verið að endurmeta sannleikann, haldið í hann staðfastlega en að sama skapi verið tilbúin að skiptum skoðun. Og við stöndum fyrir mjög áhugaverðu trade-off í körfunni þar sem við erum svolítið að giftast í að vera minni en flest liðin í deildinni og þurfum að vera mjög á varðbergi við hvernig það gengur allt saman. Til að taka þetta saman, þá þetta 3 atriði, gullbrár vandamálið sem þið getið skoðað frekar í bók Arnold Grant og Original. Ég ætla ekki að taka neitt kredit fyrir neitt af þessum atriðum. Þetta ritstuldur í sinni hreinustu mynd og svo sannleikur sem á skipta út sem kemur frá Daryl Morey. Hann hægt að finna bara með því að googla nafnið hans og svo málamiðlun sem býr til Medium og Ray Dalio hægt að finna á LinkedIn og svo gaf hann nýlega út fyrra bókina Principles sem sömuleiðis frábær. Ef þið viljið ræða þetta við mig, þá ég þarna á Twitter og annars netfangið mitt almennt opið ef að fólk vil ræða eitthvað eða kynnast Lucidity betur eða hvað svo sem það kann að vera. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Við erum hérna með nokkra spurningatíðin, en ég ætla ekki alveg að sleppa þið strax. Hvaða breytingu ertu stoltastur af á þínum starfs- eða þjálfunarferli? Hvað sem að þú hefur náð í gegn? Ég ætla að svara þessu tvíhliða, í körfunni og í atvinnulífinu. Í körfunni ég stoltastur af árangri kvennaliðsvals í því að þetta rosalega lítið atriði. Þetta árangri kvennaliðsvals í að skjóta boltanum frá 3-stigalínunni. En við komum auga á að þetta væri mælikvarði sem skiptir gríðarlegu máli upp á árangur okkur. Það að segja contributing factors í að við unnum leiki voru stoðsendingar og 3-stiga nýting. Ég reyna að verða ekki of tæknilegur í svari. Þannig að við lögum því líka vinnu í að skjóta boltanum betur á 3-stigalínunni, speysuðum völlinn betur og alls konar þannig.
Og eftir 8 leiki í fyrra vorum við efsta liðið á landinu óháð kyni í 3 stiga nýtingu. Og endum hann einhvers staðar í svona miðri karladeildinni sem er bara markverður árangur fyrir kvennalið. Hinum megin að þá held ég að þetta séu bara framsetning vörumerkis Lucinity. Það þurfti mikið þor til þess að fara þessa leið og Gummi stofnandi á náttúrulega mikið hrós skilið fyrir að vera tilbúin að taka vörumerki í þessa átt. En það er miklu þægilegra að gera svipaða hluti og aðrir. En þegar maður er með sannleika sem maður trúir staðfastlega á, að þá held ég að það sé mikilvægt að prófa og breyta svo. Frábært. Ég bara tek heilshugar undir þessi orði. Heyrðu, þá bara þökkum við kærlega fyrir mjög áhugavert erindi.